Við höfum safnast saman hér í Lágafellskirkju í dag til að kveðja Sjöfn í hinsta sinn. Með þessari kveðjustund minnumst við hennar með virðingu og þakklæti fyrir lífið sem hún lifði, fyrir öll þau spor sem hún gekk og fyrir þann kærleika og hlýju sem hún færði inn í líf okkar. Við skulum hefja þessa athöfn á bæn. Við signum okkur og segjum í nafni Guðs Föður, Sonar og heilags Anda. Amen. Biðjum, leiddu mína litlu hendi, ljúfi Jesús þér ég sendi, bæn frá mínu brjósti sjáðu, blíði Jesús að mér gáðu. Hafðu gát á hjarta mínu, halt mér fast í spori þínu, að ég fari aldrei frá þér, alltaf Jesús, vertu hjá mér. Þig alltaf sál mín syngi, sér hver dag þó eitthvað þyngi. Gefa ég verði, góða barnið, geisli þinn á kalda hjarnið. Amen. Yeah.
alveg klappa. Í orðskviðunum frásögn af konu sem lifði af trú, visku og kærleika. Og þar stendur, hún klædd máttugleika og virðingu og hlær að deginum sem kemur. Hún opnar munn sinn með visku og á tungu hennar blíðar áminningar. Hún vakir yfir för heimilis síns og etur ekki letinnar brauð. Börn hennar rísa upp og kalla hana sæla. Margar konur hafa unnið dygðir en þú hefur risið yfir þær allar. Náð svikul og fegurð forgengileg en kona sem óttast drottinn, hún verðskuldar lof. Gefið henni ávöxt handa hennar og verk hennar lofi hana í borgarhlíðunum. Amen. Chibaba, chibaba, chihuahua, my bambino, go to sleep. All the stars are in the sky, ready to say goodnight. Can't you see your doll is sleepy too? Close your drowsy little eyes, Mama will hold you tight while she sings a lullaby to you. Chibaba, chibaba, chihuahua, and chihuahua, kukala kumba. Chibaba, chibaba, chihuahua, my bambino, go to sleep. All the stars are in the sky, ready to say goodnight. Can't you see your doll is sleepy too? Close your drowsy little eyes, Mama will hold you tight while she sings a lullaby to you. Chibaba, chibaba, chihuahua, and chihuahua, kukala kumba. Chibaba, chibaba, chihuahua, my bambino, go to sleep. Við skulum bara standa hérna. Býta nú við. Já, ég stend bara hérna hjá þér. Gerum þetta bara mjög heimilislegt. Býta nú við. Já, það mjög mikilvægt að allir heyri. Já. Nei. Heyrðu. Við hættum ekkert. Nei, þetta illa eftir. Svona. Kveðja til mömmu. Takk, elsku mamma, fyrir allt sem þú varst, allt sem þú gerðir og allt sem þú gafst. Gafst okkur allt sem þú áttir. Og lífinu gafstu lifandi lið, leiftrandi skopskinn og skarpassa við. Og með þeirri alúð sem ástin ein á, þú umvafðir okkur vorum við smá, í faðmi þér fundið skjólur. Þú elskaðir tónlist
og elskaðir dans. Þú elskaðir bækur og leiklistarfans og þú sagðir sögur og söngst okkur lög, svellandi djass sem þú unnir svo mjög og Chibaba, Chibaba, Chihuahua. Þú varst lifandi kraftur og leiftrandi sál og þú myndi varða margs konar mál. En umfram allt fjölskyldan fólkið þitt var. Við fundum það öll að þú alltaf varst þar þegar við umhyggju þurftum. En svo lagðist þéttofin þoka af þér og þú varst að skugga og varst ekki hér. Óminnið deginum umbreytti í nótt í stað ólgandi tónlistar allt var svo hljótt. Ekkert var lengur sem áður. Og nú, úr þegar miðjum flýgur frjáls, í faðum eilífrar gæsku og kærleikan sjálfs, og eflaust geturðu aftur á ný öll lögin sungið og dansað sem ský og orðið mamma sjálf aftur. Fyrir lífið þitt, mamma, nú þökkum við þér. Þökkum og söknum, en vitum sem að alltaf þú lifir með okkur.
Við skulum öll rísa á fætur og heyra heilagt Guðspjall. Komið til mín öll þið sem erfiðið og þunga eru hlaðin og ég mun veita ykkur hvíld. Takið á ykkur mitt ok og lærið af mér því ég er hógvær og hjarta lítillátur og þá munið þið finna hvíld í sálum ykkar. Því að mitt ok er ljúft og byrði mín er létt. Amen. Gjörðu svo vel, þið megið setjast. Elsku hjartans amma, við erum hér við mamma og vitum einhver skamma stund þú á. Þú ert svo margir litir, mig langar að þú vitir að líf þitt ást og draumar lita líf mitt fjólublá. Þegar þú ert dáin, gakktu út í bláin, þar sem bíður þráin eftir þér. Allt sem ekki mátti, meðan lífið átti, mátti allar áttir út í blánum, trúðu mér. Þú mátt klífa tinda og þú mátt hlaup og synda og þú mátt vera þar sem sólin skín. Þú mátt liggja dreymin og þú mátt svífum geymin og mála allan heiminn, amma mín. Og þegar þú ert dáin, gakktu út í bláin, þar sem bíður þráin eftir þér. En viltu milli leikja, mörkum lífsins feykja, burt og horfa á mig, lifa það sem gafstu mér. Og ef til vill að ofan, í gegnum bláman roða, er útsýnið ögn öðruvís en hér. Þú lítur yfir lífið, baráttunar stríðið, með söknuði og kannski líka þökk í hjarta þér. Með söknuði og kannski líka þökk í hjarta þér.
Verum saman komin til að þakka fyrir líf Sjafnar og allt það sem hún gaf. Hún var kona sem fór sínar eigin leiðir, skörp, fróðleiksfús og kraftmikil. Húmorinn hennar var ekki bara fyndinn, heldur líka glöggur og beittur. Í dag viljum við halda á lofti þakklætinu, rifja upp það sem var gott og leyfa minningunum að tala. Sjöfn Ásbjörnsdóttir fæddist 22. febrúar 1938 í Borgarnesi og ólst þar upp hjá foreldrum sínum Jónínu Ólafsdóttur og Ásbirni Jónssyni. Hún var ein af 5 systkinum, elst var María, síðan kom Dóra Erna og svo tvíburarnir Sonja og Sjöfn og yngstur er Jón Halldór, alltaf kallaði Nonni. Þau eru öll látin nema Nonni. Tvíbrasysturnar Sonja og Sjöfn voru ólíkar eins og svart og hvítt. Sonja var mikil húsmóðir og hannyrðarkona, en Sjöfn leitaði frekar á önnur mið. Hún var andlega þenkjandi, fróðleiksfús og hafði lifandi áhuga á samfélagi og menningu. Þótt handavinna væri ekki hennar áhugasvið, þá var hún þver og þrjósk og lét engan segja sér hvað hún gæti eða hvað hún gæti ekki. Það sást vel í grunnskóla þó hún átti að sauma út veggteppi með Gunnhildi kóngamóður. Hún var rétt byrjuð, komin með 1 hornið þegar einhver sagði að hún myndi aldrei klára teppið. Þá kom páskafrí og Sjöfn kláraði allt teppið í fríinu. Svona var hún. Ef hún ætlaði sér eitthvað, þá kláraði hún það. Í Kennaraháskólanum kynnti Sjöfn Vígþóri Hrafni Jörundssyni sem er frá Hellu við Steingrímsfjörð. Þau hófu búskap í Reykjavík og gengu í hjónaband í febrúar 1959. Vígþór lést árið 2023, blessuð sé minning hans og allra þeirra sem farin eru. Sjöfn og Vígþór voru ólík í mörgu, en þau voru gott heimi og áttu samleið í hlýju og umhyggju fyrir öðrum, umhyggju sem birtist víða á lífsleið þeirra. Börn þeirra hjóna eru 3, elst er Sif, hún er gift Sófaníusi og eiga þau 2 börn, Vígþór Sjafnar og Sigríði Eir. Næstur í röðinni er Börkur, hann er giftur Sigurveigu og eiga þau 3 börn, Birtu Brá, Diljá og Breka. Yngstur er Logi, eiginkona hans er Guðrún. Logi á 4 börn, Ásgrím Geir, Bjarka Þór, Söru og Ragnar Hrafn. Sjöfn sáum að börnin hennar 3, Sif, Börkur og Logi, væru öll fædd í fósturherberginu hjá Sonju í tvíbrasystur sinni í Borgarnesi til að tryggja að þessi strandamenn væri í það minnsta fæddir Borgfirðingar. Barnabörn Sjafnar og Vígþórs eru orðin 15. Þau eru Brími, Úa, Eyja, Nonni, Dagur og Bía, Katrín Mirra, Iðunn Ugla og Jakob, Þórdís Lára, Gunnar Logi, Amanda Rán, Gabriel Þór, Kolbeinn og Hrafntinna. Mikið ríki dæmi. Haustið 1959 fluttust Sjöfn og Vígþór til Hólmavíkur þegar Vígþór tók við starfi skólastjóra. Þar bjó fjölskyldan fram á haust 1975 en þá fluttu þau að Varmalandi í Borgarfirði þar sem hann tók við skólastjórn heimavistaskólans. Sjöfn kenndi á báðum stöðum og saman lögðu þau sérstaka áherslu á list og verkgreinar og velferð nemenda. Þau stóðu fyrir ferðalögum, handverksverkefnum og leiksýningum þar sem börn fengu að stíga fram, læra samvinnu og finna styrkleika sína. Í þessu var Sjöfn á heimavelli. Hún var sjálf góð leikkona og dansari, lét börnin syngja og dansa og leikstýrði með krafti og hlýju. Hún kunni líka gömlu dansana og þjóðdansana og miðlaði þeirri þekkingu áfram til barnanna. Sett var upp verk eins og Kardamömmubærinn og Gullna hliðið, svo eitthvað sé nefnt. Sjálf tók hún einnig þátt í sýningu með leikfélagi Skaftholtstungna, oft þá í aðalhlutverki. Amma sáði fræinu og það spratt eins og sést á því að sum barnabarna hennar gerðu leiklist og tónlist að sínu starfi, þvílíkir hæfileikar. Sjöfn var frábær kennari og sannur skólamaður, farsæl í starfi og með einstaka hæfileika í mannlegum samskiptum. Hún náði sérlega vel til barna
ekki síst til drengja sem öðrum gekk erfiðlega að ná til. Sjöfn var eldheit, svolítið óþekk og skildi því vel þá sem átti erfitt með að hemja sig og fylgja reglunum. Hún var rauðhærð, stundum kölluð Sjöbba rauða og hún bar það nafn með stolti. Rétt eins og rauðhærðu hetjurnar Anna í Grænuhlíð og Lína Langsokkur var hún töffari, snögg að hugsa og snögg að bregðast við. Hún var sjaldan í forgrunni en bar uppi ómetanlegt starf með eiginmanninum og var í raun hans nánasti aðstoðarmaður í skólastarfinu. Þau voru ólík að upplagi, stóðu hvor á sínu sviði og einmitt þess vegna fengu börnin svo margt frá því. Árið 1990 fluttu þau til Mosfellsbæjar og þá hófst nýr kafli. Sjöfn bætti við sig bókasafnsfræði við Háskóla Íslands á árunum 1990 til 1992 og byggði síðan upp og sá bókasafnið í Hjallaskóla í Kópavogi. Hún kenndi einnig dönsku þar í allmörg ár og hafði sérstakt lag á að kveikja áhuga hjá nemendum. Það sagði sitt að þegar hún kom í skólan var danska allt í einu vinsælasta námsgreinin. Sjöfn var víðlesin og safnaði sér fróðleik á meðan heilsan leyfði. Hún hætti að vinna 60 enda átti hún eftir að lesa og svo mikið, sagði hún. Uppáhaldsrithöfundurinn var Halldór Laxness. Hún fylgdist grannt með heimsmálunum og las dagblöðin, ekki síst Moggann, enda forhertur sjálfstæðismaður. Einnig las hún greinar úr The Times og öðrum tímaritum og átti það til að senda börnunum sínum efni sem henni fannst gott og gagnlegt fyrir menntun þeirra og störf. Sjöfn hafði líka þessa sterku þörf fyrir að hafa áhrif á sitt nærumhverfi. Hún var á árum saman í Oddfellóstúkunni á Akranesi og sat í sveitarstjórnum bæði á Hólmavík og í Stafholtstungum. Í framboðsræðu sinni á Hólmavík gerði hún að baráttumáli að byggt yrði yfir mjólkurbrúsapallana svo þeir stæðu ekki í rykjunni. Þá stóð maður upp og sagði: "Já, frú mín góð, það eru háleit markmið. Ættir þú ekki að byrja á því að verja brúsapallana fyrir eiginmanninum?" Vigþór hafði þá verið nýbúin að bakka á nokkra palla. Sjöfn var nefnilega miklu betri bílstjóri og hún keyrði alltaf og gat jafnvel verið pínu ökunýðingur ef út í það farið. Sjöfn var hamhleypa til verka og gaf sig allt í það sem hún tók sig fyrir hendur. Hún var lengi hestakona og íþróttaáhuginn var brennandi. Hún horfði á íþróttir, hvatti sín lið af krafti og vakti jafnvel nætur til að fylgjast með NBA-deildinni. Hún var líka nammigrís, það var alltaf nammiskúffa á heimilinu hennar og hún elskaði lindubuff með mjólk, jafnvel á nóttunni. Hún hafði líka gaman af tónlist og hafði sérstakt dálæti á gömlum djassi. Kvikmyndir voru henni sömuleiðis hugleiknar, ekki síst söngvamyndir og hún þekkti eldri myndir og leikara ótrúlega vel. Þegar Sjöfn var 27 ára fór hún að reykja. Reykti mentólsalum sígarettur og var stór reykingarkona. Vigþór heyrði í fréttum að þeir sem reyktu slíka sígarettur yrði náttúrulausir og þá kom þessi vísa: "Lífið yrði laust við grín og lítið við að una, ef þú reyktir elskan mín úr þér náttúruna." Logi bar líka upp áhyggjur sínar við hann afleiðingar reykinga og hún svaraði: "Maður verður að hafa einn galla og láttu mig svo vera." Svo hætti hún jafn snögglega og hún byrjaði, var reyndar dálítið geðvondum stund en hætti því snarlega þegar henni var bent á það. Húmorinn var stór hluti af Sjöfn, stundum kaldæðinn, stundum beinskeittur, en alltaf góður. Jafnvel þegar minnið fór að bregðast og hún var í óminnist þokunni, gat glitt í hana og þá glitti líka í húmorinn. Síðustu jól þegar Onni hafði fengið sér Macintosh-mola sem var hluti af jólaborðsgrautinu á Hömrum,
Sagði Sjöfn að hún hafði nú ekki upplifað það áður að menn sýndu þá ókurteisi að borða borðskrautið. Beitt athugasemd í hennar stíl og þarna var hún skyndilega komin. Sjöfn var líka aðeins öðruvís en margir, margslungin, skörp og óhrædd við að fara sínar eigin leiðir. En umfram allt var hún fjölskyldukona. Hún var ofsalega góð mamma og gaf börnunum sínum margt sem aðrir gáfu sér ekki tíma í, þrátt fyrir langa vinnudaga. Hún sagði þeim minnisstæðar sögur, meðal annars frá því þegar hún var á ættaróðalinu á Hvítárvöllum. Hún kenndi þeim framkomu, söng, dans og leiklist, metnað og menningarvitund. Hún var söng og lagviss, söng oft í eldhúsinu og þannig lærðu börnin texta á íslensku, dönsku og ensku. Hún kunni vísur og kvæði, tilvitnanir, hún var ótrúlega minnug. Heimilistörfin heilluðu hana lítið. Eitt sumarið, þegar hún var mikið ein með krakkana, gaf hún sér lítinn tíma í eldamennskuna og þau lifðu mest á súrumjólk með púðursykri og serjósi. Þegar þetta hafði gengið hríð, kom hún einn morgunu fram og sagði: Jæja, krakkar, núna skulum við halda súrumjólk og púðursykurs hátíð. Þarna var Sjöfn að umbreyta hversdeginum í brandara og gera lífið aðeins skemmtilegra. Sjöfn kunni að njóta augnabliksins og hún miðlaði því áfram. Hún kunni til dæmis vel að liggja upp í rúmi með góða bók og njóta kyrrðarinnar. Og þessi ró einkenndi jólahátíðina á heimilinu. Undirbúningur jólanna hófst ekki fyrr en skólarnir fóru í frí. Þá var vakað og bakað. Á aðfangadag tók hvíldin við. Eftir að allir hefðu fengið bók í jólagjöf, liðu jóladagarnir oft í náttfötunum, lesið, nartað í konfekt og allt gert í algjörum rólegheitum. Minningin þessa tíma er eins og mjúkt ljós. Sjöfn hafði líka þessa áráttu á góðan hátt þó að vilja vita hvar allt fólki sitt væri. Hún var umhyggjusöm, fylgdist með og hringdi reglulega til að spyrja frétta. Svo komu barnabörnin og hún hafði meiri tíma. Þau sóttust eftir að vera með ömmu því hún var hress, klár, hugmyndarík, húmórisk og svolítil töffari. Hún náði til þeirra á þeirra forsendum. Og ef þau voru með áhugamál sem hún þekkti lítið, þá kynnti hún sér þau. Það stoppaði ekkert Sjöfn. Í nokkur ár náði fjölskyldan öll að koma saman á aðventunni og þá sagði hún stolt: Þetta er mitt fólk. Sjöfn var manneskja af holdi og blóði. Hún var skapstór og gat skellt hurðum, en hjartað er heitt og hún elskaði sitt fólk af heilum hug. Hún glímdi við langt skeið við Alzheimer og þegar minni fór smá saman að fjara út, var lífið viðkvæmara og þyngra, bæði fyrir hana og alla sem stóðu henni nærri. Fjölskyldan hennar vill þakka af heilum hug starfsfólkinu á Eirhömrum og Hömrum fyrir umhyggju, hlýju og góða aðhlynningu og einnig sambýlisfólkinu sem deildi með henni dögunum og gaf henni nærveru og samfélag. Sjöfn lést 10. desember síðastliðinn. Nú felum við hana Guði, líf Sjafnar er eins og bók sem lokast hér en opnast hjá Guði, sem heldur utan allt og segir: Ég er upprissan og lífið. Hjá honum opnast nýr kafli þar sem engin óminnisþoka nær til, allt verður heilt og hún fær að sameinast þeim sem á undan eru gengin. Blessuð sé minning Sjafnar. Amen. Ég vil minna á það að eftir athöfn verður farið í garðinn, nýja Mosfellskirkjugarð upp í Mosfellsdal og svo býður fjölskyldan til erfidrykkju á Blik.
Við skulum biðja, lifandi Drottinn, vert okkur nær á hverri stundu þessa hverfula lífs. Blessað okkur öll í lífi og í dauða. Við þökkum þér fyrir sjöfn, fyrir hlýjuna sem hún bar með sér, fyrir gleðina sem hún kveikti og fyrir kærleikan sem hún gaf af sér. Við þökkum þér fyrir minningarnar sem nú streyma fram. Ljósbrot úr daglegu lífi sem verð okkur dýrmætt. Helga þær minningar og blessaðu þær í hjörtum okkar. Nú felum við þér sjöfn, taktu á móti henni Drottinn, því lengra getum við ekki fylgt henni. Gefðu henni frið, eilífan frið og gleði í dýrð þinni. Varðveitt okkur öll í trú á þig, að við megum treysta að þú gangið með okkur í þessu lífi og í því næsta. Allar bænir okkar felum við í þeirri bæn sem Jesús hefur kennt okkur og segjum saman. Faðir vor, þú sem ert á himnum, helgist þitt nafn, tilkomið þitt ríki, verði þinn vilji svo á jörðu sem á himni. Gef oss í dag vort daglegt brauð og fyrirgef oss vorar skuldir, svo sem við og fyrirgefum vorum skuldunaut. Ei leið þú oss í freistni, heldur frelsa oss frá illu, því að þitt ríkið, mátturinn og dýrðin að eilífu. Amen. Mm.
the Savior is home. Við skulum rísa á fætur. Lofaði sé Guð og Faðir drottins okkar Jesú Krists, sem eftir mikilli miskunn sinni hefur endurfætt okkar til lifandi vonar fyrir upprisu Jesú Krists frá dauðum. Jesús sagði, ég upprisan og lífið, sá sem trúir á mig mun lifa þótt hann deyi. Af jörð ertu komin, af jörðu skaltu aftur verða, af jörðu skaltu aftur upp rísa. Veittu sjöfn þína eilífu hvíld drottin og lát þitt eilífa ljós lýsa henni, hún hvíli í þínum friði. Amen. Gjörðu svo vel, þið megið setjast. Við skulum rísa aftur á fætur og taka á móti blessun drottins. Drottin blessi þig og varðveiti þig. Drottin láti sína ásjón og lýsi yfir þig og sé þig náðugur. Drottin upplyfti sínu augliti yfir þig og gefi þér frið. Í nafni Guðs Föður, Sonar og Heilags Anda. Amen.